veiðigjöld, kornungsgjöld, vörugjöld á ökutæki, kílómetragjald og það hefur verið einhvern veginn svona bara alls konar, samsköttun hjóna, skattar á leigutekjur, erfðafjárskattur, söluhagnaðar og íbúðir ef ég er að muna þetta rétt og svo náttúrulega núna síðast skattar á ferðaþjónustuna með baðlánunum og við færumst alltaf nær og nær þessari ósjálfbærni sem að rætt í Pomperipossa í Monismaníu. Og sko fólki kann að finnast það einhvern veginn ósanngjarnt að setja þetta í samhengi við skattahækkanir sem eru náttúrulega sjálfsögðu ekki 100%. En þetta er bara svo stórt stökk frá því að lofa því að hækka ekki skatta á fólk og fyrirtæki. Góðan daginn og takk kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þátturinn í boði Þorgrímsson, fiskhúsið.is, heitir pottar.is, Bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Polsen og að sjálfsögðu alvöru bón. Þú ert núna að hlusta á þennan þátt á almennri veitu en til þess að öðlast aðganga þessu hlaðvarpi á undan öðrum og án auglýsinga þá ferð þú inn á pardus.is/1pæling og gerist þar áskrifandi. En í ofanálag við það að fá þáttinn á undan öðrum og án auglýsinga þá ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni og þrátt fyrir að vera lítið hver og ein áskrift mér afar kær en hún kostar bara 990 krónur. Það er bókstaflega ekkert sem kostar í dag 990 krónur fyrir utan þetta hlaðvarp og því langar mig að hvetja þig til þess að fara inn á pardus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi. Einnig vil ég hvetja þig til að eiga viðskipti við ofangreinda samstarfsaðila en þeir eru mér ekki sammála allt en aftur á móti þá eru þeir að hvetja til aukins málfrelsis á Íslandi en það er það sem að þessi þáttur stendur fyrst og fremst fyrir. En í millitíðinni þá máttu endilega gera subscribe að þessa rás að þú ert að hlusta út á YouTube, haka í 5 stjörnur og ég veit ekki hvað þetta heitir nú allt. En fleira var það ekki. Takk kærlega fyrir að hlusta og gjörið þið svo vel. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er þriðjudagurinn 14. apríl og árið er 2026. Bara til að hefja leika, þá ætla ég að ræða við ykkur það sem að átti sér stað í Silfrinu í gær. En þar var og stóð Kristrún Frostadóttir fyrir svörum og það var nú ekki svona eitthvað merkilegasta viðtal sem hún hefur farið í. En ég aftur á móti tel að þetta hafi verið það erfiðasta sem hún hefur farið í. Og ástæðan er ekkert endilega svo að það sé eitthvað sérstaklega erfitt að mæta í Silfrið, en það er að verða erfiðara fyrir Kristrúnu að vera sannfærandi og því sem að þekki náttúrulega þá er þetta mjög erfitt fyrir mig að viðurkenna það sem mesti aðdáandi hennar. En sko, eins og segi, hún mætir hann í Silfrið, þetta var ekkert eitthvað sérstaklega erfiðar spurningar en vandinn er sá að mínu mati er að mér þykir mér þykir að sjást að hún trúi ekki alveg á það sem að bæði ríkisstjórnin er að gera í heild en sérstaklega sem að hinir er að krefjast, það er að segja Viðreisn og Flokkur fólksins. Og þá erum við í fyrsta lagi náttúrulega að tala áherslur Flokks fólksins það að gera það sem að er skynsamlegt óskynsamlegra og gera það skynsamlegra að vera óskynsamur heilt yfir í lífinu. Og eins og segi, það er ekki hægt að niðurgreiða óskynsamlega hegðun og búist við að hún hætti eða þá að hún kom ekki til með að hafa mikil og afdrifarík áhrif á samfélagið í heild töluvert fyrr en mann oft grunnar. Og hitt er ESB vegferð Viðreisnar sem er að verða sífellt sérkennilegri en aftur á móti sífellt harðari. Maður er að sjá Þorgerði kalla þá sem eru henni ósumala populista og fleira og það er alltaf verið að tala einhver hættuleg öfl, erlend öfl sem eru sífellt að hafa áhrif á það þegar við erum að tala að framselja vald til erlendra aðila. Alltaf skrítið. En bara svo ég minna það, þá er það pardus.is/1pæling í einu orði ef þú vilt fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En það sem að mér langar að einhvern veginn að byrja að tala er það sem að Flokkur fólksins er búinn að vera náttúrulega berjast fyrir í lengri tíma
og hefur nú fengið það í gegn og fyrst og fremst erum við náttúrulega bara að ræða það sem að almannatryggingafrumvarpið. Ætli það sé ekki svona eina stóra málið. Munið eftir þessu, það var náttúrulega fyrir þinghlé núna síðast. Það var talað að Flokkur fólksins hafi ekki fengið neitt í gegn og það var mikið talað það í fjölmiðlum og víðar. Og ég held að þeir hafi svolítið bitið það í sig, en það sem kannski enn merkilegra eru þau eiginlega stór tíðindi sem eru þau að Guðmundur Ingi hefur sagt sig úr Flokki fólksins og ber fyrir sig trúnaðarbrest sem við vitum ekki enn hvernig lítur út og satt best að segja sko, þá kemur þetta mér pínu óvart því að flokkurinn hefur verið rekinn í lengri tíma þannig að Inga Sæland bara setur línuna og aðrir flokksmenn fylgja henni og sem svona hennar hægri hönd þá hlýtur það að hafa verið eitthvað rosalega hressandi sem hefur átt sér stað. Fyrst að Guðmundur Ingi telur sig bara vera og það mikið ofboðið að hann segir sig úr flokknum. Því að sko athugið líka að hann segist sko ætla að vinna með öllum þeim góðu málum sem að ríkisstjórnin hyggst gera á þessu kjörtímabili og það í rauninni að mínum mati kannski skrýtnast við þetta allt. Því að ef við hugsum þetta bara sem smá póker eða hvað sem maður viljum kalla það, að þá veltir maður því óneitanlega fyrir sér sko af hverju hann þá að setja fram þessar upplýsingar á annað borð. Í fyrsta lagi, sko, hversu stórkostlegur var þessi trúnaðarbrestur, eins og ég var að segja, en ekki síður, sko, hvað lætur hann taka það ákvörðun að láta þetta ekki vera innanbúðamál og hann segir sig úr flokknum. Og því að, sko, maður verður einhvern veginn að gera sér það í hugarlund að hann gerir sér fyllilega grein fyrir því að þetta verður rætt á stöðum eins og þessum og víðar. Og hann veit líka að fólk muni koma til með að tengja þetta sem skarð í það sem að þetta ríkisstjórnarsamband Hann veit líka að hann að koma höggi á sinn gamla flokk og að endingu veit hann líka að fólk mun að einhverju leyti telja þetta vera skrefi átt að því að stytta tilvist þessa ríkisstjórnarsambands í heild. Þannig að tablborðið eða pókerborðið eða hvað sem maður vil kalla lítur svona allt öðruvísi út í dag heldur hann að gerði í fyrradag. Hann náttúrulega tilkynnti þetta í gær. Og sko þá veltir maður líka fyrir sér sko ná þessi særindi út fyrir eða víðar heldur en til Guðmundar Inga. Eru fleiri ósáttir, ég veit það ekki, en alveg sama hvernig á málið litið þá þetta mjög skrítið útspil. Hann hefði í rauninni getað látið þetta vera innanbúðamál. Ef hann styður ríkisstjórnina og telur hann að vera að gera svona góða hluti, þá þetta mjög skrítið á alla fleti sko. Þannig að ég meina hann ósáttur við eitthvað sem hann fær ekki gegn, það þá í ríkisstjórnarsambandi, það trúnaðarbresturinn, eitthvað sem honum var lofað. Þannig að ég veit það ekki, það náttúrulega bara eftir að sjá fyrir endan á þessu, ég veit ekki alveg hvernig þetta lendir. En snúum okkur þá aftur að Kristrúnu sem var eins og segi, ég ætla að fjalla svolítið bara þetta Silvers viðtal, ég ætla ekki að spila fyrir ykkur einhver myndbönd, ég mæla alveg með að tjekka á þessum viðtal, þetta helmingurinn af Silfrinu, seinni helmingurinn fólk að ræða sveitarstjórnarmál, það var Silja Sóley sem kom náttúrulega hingað sem í forsvari fyrir sósíalista í borginni núna og svo var það góðan daginn frambóðið sem ég held hann heiti Guðmundur og svo var það Sigfús Aðalsteinsson sem fyrir okkar borg. Ég ætla ekki að fjalla þetta en Kristrún var þannig að það var mjög margt sérkennilegt sko við þetta viðtal, en ég segi hún hljómar ekki jafn sannfærð það sem ríkisstjórnin að gera. Fór að tala það að leigubremsa gæti verið eitthvað úrræði, hún veit alveg að það hræðileg hugmynd. Hún fór að tala það að það væri sko, já, leikskólamálin sem náttúrulega útspil sem þau lögðu fram núna fyrir utan Jysk í Kópavogi þar sem þau sögðust alltaf að koma til móts við barnafjölskyldur. Ég ætla reyndar að fjalla aðeins meira það að plagga á eftir. Það var svona heilt yfir mjög margt skrítið við þetta viðtal, en hún var meðal annars að ræða og eins og segi það svolítið áhugaverðara í sérstaklega samhengi við það að núna eru ákveðnir brestir í þessu ríkisstjórnarsambandi, en hún var að tala verðbólguna og atvinnuleysið og svona, það skiptir í rauninni einhver máli. Hún náttúrulega bar fyrir sig að það var Hormuzsund og Trump-tollar og allt utan að koma þetta ástæður. Það allt þetta heila klapp sem að gerast í
allt það í heiminum. Það mikið á lofti og það eitthvað sem mátti svo sem liggja ljóst fyrir, en ég skal alveg viðurkenna það að það orðið meira heldur en maður kannski var allavega að vona í upphafi. En ég þori nánast að fullyrða að Kristrún gerir sér fyllilega grein fyrir því að almannatryggingafrumvarpið og gjaldskrárhækkanir og fleira hafa verið mjög óskynsamlegt útspil í dag og jafnvel hræðilegt með við það einmitt eins og reyndar komið inn á þessu viðtali búið að vera eiga þessa staði í heiminum. Þá þetta eitthvað sem mun koma til með að hafa miklu verri áhrif. Og þú einfaldlega gerir það ekki, eins og ég var að segja, skynsamlegt að vera óskynsamur og óskynsamlegt að vera skynsamur og telur að það hafi ekki skjót áhrif á hagkerfið í heild. Því að fólk stýrist af hvötum og hvatakerfið í þessum almannatryggingapakka einfaldlega þannig að fólk mun aðlaga sig að nýjum veruleika mjög fljótt og gera sér grein fyrir því að í mörgum tilfellum töluvert betra að vera á bótum heldur en að vera á vinnumarkaði. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og ég segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thoughtco.is og skoðaðu úrvalið. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Og það skiptir engu máli hvernig þú stillir því upp að ef þú ert að búa til þessa hvata þá getur ekki gert ráð fyrir öðru en að það muni koma til með að leiða til þess að fólk taki aðrar ákvarðanir sem leiðir svo til þess að, við tökum óskynsamlegar ákvarðanir með allt fjármagn, bæði opinbert og líka náttúrulega sjálfsögðu einkaaðilar. Og náttúrulega hitt sem hin hliðin á þessum ríkisstjórnarpening sem að, annað vandamál sem þetta kemur frá hinum ríkisstjórnarflokknum sem í samstarfi með Samfylkingunni. Og athugið það, og þá ég náttúrulega að tala Viðreisn, og athugið það að það alveg sama hvernig maður snýr þessu, að þrátt fyrir það að Kristrún sé að einhverju leyti heit fyrir Evrópusambandinu, þá gerir hún sér fyllilega grein fyrir því í dag að með þær samfélagslegu forsendur sem að við búum við í dag, að þá ekki skynsamlegt að fara í þessa vegferð. Kristrún sagði náttúrulega fyrir kosningar að drjúgur meirihluti þjóðarinnar þyrfti að vera hlynntur því að gangi í Evrópusambandið ef við ætluðum að setja það á dagskrá. En í ofanálag, sem að mér þykir í raun mun mikilvægari þáttur, að hún taldi líka mikilvægt að atvinnulífið, beggja megin náttúrulega, fyrirtækin, hagsmunaaðilar og aðrir yrðu að mestu leyti til einróma það að ganga inn í sambandið ef að við ætluðum að athuga það. Og staðan svo að þeir sem að taka afstöðu af þessum aðilum sem ég var að telja upp eru andvígir og þeir sem að taka ekki afstöðu benda á að þrátt fyrir það séu félagsmenn þeirra, allra eiginlega aðildarfélaga sem við erum hérna að tala með hverjum deginum andvígari en þeir voru áður og hafa verið.
Þannig að auðvitað þrátt fyrir að það sé náttúrulega fyrirsjáanleg staða og ég myndi segja að öllum líkindum með við hvað Kristrún fær stjórnmálamaður, þá þetta líklega sú sviðsmynd sem að hún óttaðist hvað mest á sínum tíma en gerði sig grein fyrir því að það verður mjög mikla líkur að myndi raungerast. Því að það sem náttúrulega skrítið í dag að það að ganga í Evrópusambandið í dag algerlega glórulaust. Og það ekki út af því að það hafi alltaf verið það eða ég hef einhvern veginn alltaf verið á móti, heldur að það einfaldlega hræðileg hugmynd í dag. Þetta svolítið eins og að veðja á lið í fótbolta sem nýbúið að fá 3 rauð spjöld og setja handalausan mann í rammann. Það skiptir engu máli hvað liðið var gott fyrir breytingarnar en að veðja á liðið sem eins og segja, með handalausan markmann og með 3 rauð spjöld algerlega út úr korti. Og þetta að sjálfsögðu eitthvað sem ég hef rætt áður en það verður einhvern veginn áhugaverðara í dag og sérstaklega þá með þessar 2 breytur, almannatryggingafrumvarpið sem lætur stöðu efnahagsmála versna hratt á næstunni og Evrópusambandið sem mun nánast óhjákvæmilega leiða til nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Ég ekkert eitthvað það mikið á móti Evrópusambandinu en það að segja já við þessu í dag glórulaust. Og eins og ég segi, þetta verður sífellt erfiðara fyrir Kristrúnu náttúrulega að vera sannfærandi í svona viðtölum þegar hún að reyna að réttlæta þessi mál samhliða náttúrulega sínum eigin. Og nú í ofanálag einn varaformaður í einum ríkisstjórnarflokkana hættur í flokknum og það náttúrulega Guðmundur Ingi eins og ég var að ræða. Og þegar við erum með allar þessar breytur, þá verður, eins og segi, það verður svo miklu erfiðara fyrir Kristrúnu að koma fram. Og ég held að þetta hafi verið, eins og ég var að nefna á hann, ég held að þetta hafi verið erfiðasta viðtal sem að hún hefur farið í og nei, það ekki út af því að það erfitt að fara í silfrið en það bara farið að verða henni mun erfiðara að réttlæta það sem í gangi innan ríkisstjórnarinnar. Og svo í ofanálag nú sett út á það að þegar að spurningin sett fram fyrir þessar aðildar kosning til mögulega áframhaldandi viðræðna við Evrópusambandið að ég reyndar álasa núna þegar ég get ekki einu sinni borið þetta fram nánast á einhvern veginn álasa sem ekki fyrir að klúra spurningunni en það nú víst komið líka í uppnám og forsvarsmenn aðeldar náttúrulega að segja að þetta skipti engu máli og þau getur bara breytt spurningunni og eitthvað þannig. Ég ætla ekki að fara að segja að ég þekki nákvæmlega hversu fljótt þessi ferlar að líða hana en þetta allavega orðið töluvert erfiðara og svo náttúrulega líka ofanálag þegar að einhvern veginn bestu rökin fyrir því að ganga í Evrópusambandi sé að kaffibollin í Ungverjalandi sé svo ódýr að þá þetta orðið, ég ætla bara að segja þá þetta orðið svakalega pínlegt. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ýsu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbrögðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Ef þú ert með stjörnu í rúðunni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðunni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. Og já, Kristrún sér þetta alveg og ég held að Samfylkingin reyndar bara í heild sé að sjá þetta líka sem að gerir stöðuna auðvitað töluvert flóknari og annað sem að var rætt í þessum þætti voru full fjármögnuð loforð. Þetta eitthvað sem að fer alveg svakalega í mig en mér langar svolítið að eyða smá tíma í þetta
út af því ég var að hlusta líka á Bítið í morgun, þá var annar aðili sem var alltaf að tala um það, ég held að hafi verið hérna Guðmundur, alltaf stóluðumur, Guðmundur sem í Hafnarfirði, var varaformaður Samfylkingarinnar það ekki? Afsaka þetta, ég á að vera með þetta á hreinu. Allavega, hann var í Bítinu og þeir tala alltaf um full fjármögnuð loforð. Loforð ekkert fjármögnuð fyrir út með peningan í hendi. Og það að tala um fjármögnuð loforð byggir einfallega á því að þú sért með eitthvað fast í hendi. En þú getur ekkert gert ráð fyrir því að peningar séu fastir í hendi fyrir nú komin með þá inn á reikningin. Og það er annað sem að gerir stöðuna töluvert erfiðari og það er það einfallega að staða efnahagsmála versnar og versnar. Og að óbreyttu mun hún versna töluvert hraðar heldur en hún er þó að gera í dag. Og við erum eins og Kristrún nefndi í þessum þætti, við erum á ótrúlega breyttum tímum. Það er einfallega ekki 2017 lengur og þróttur hagkerfisins er ekki eins mikill og hann var. Og hér kem ég mitt bara svona svolítið inn á, sko ég hef náttúrulega rætt þetta áður, en ég hef ekki rætt þetta í svolítið langa tíma. En mig langar að setja þetta pínu sko í samhengi við Astrid Lindgren og Pomperipossa í Monismaníu. Ég finn þetta eftir smá. En eins og ég segi, hvatar og skattar, og svo langar mig líka að ræða Laffer-kúrfuna sem er reyndar nátengt hinn fyrrnefnda. Og svo ég leggja aðeins líka bara spilin á borðið, þá stefnir ríkisstjórnin nú á að skila, eins og ég var að fjalla um áðan, hallalausum fjárlögum árið 2027 og segir að þetta sé full fjármagnað. Við óbreyttar aðstæður eru engar líkur á að það gerist. Ástæðan er einfaldlega sú að það eru áætlanir sem að fyrir eru það að hvaða tekjustofnar verða fyrir hendi stangast á við þær ákvarðanir sem að skattaaukning hefur á ákvarðanatöku einstaklinga og fyrirtækja. Mistökin eru þau, og þetta eru algeng mistök hjá hverskins hagstjórnar aðilum, að þegar þú sérð einhvers konar hagnað, veltu eða umsvif á tilteknu sviði, segjum svo að þú sért með 100 milljarða á einhverju sviði, bara tökum sér dæmi, og ríkisstjórnin segir, heyrðu, bíddu nú við, í dag erum við að setja 10% skatt á þennan tiltekna þátt og við fáum 10 milljarða. Ef við myndum setja 40% skatt, þá getum við verið með 40 milljarða, út af því að það eru 100 milljarðar hana fyrir, sem að nánast í öllum tilvikum er gert annarkvort einu sinni eða aldrei. Og svo í kjölfarið er það aldrei afturgert, því að fyrirtækin og einstaklinganir bregðast við þegar þeir þurfa að borga fjórfalt hærri skatta heldur en áður. Og þá eru teknar nýjar ákvarðanir í kjölfarið og þessir 100 milljarðar minnka umtalsvert og að endingu færðu minna en 10 milljarða upp úr þessum tekjustofni sem að þú fékkst áður náttúrulega 10 milljarða fyrir. Og þetta dregur auðvitað líka úr hagvexti þar sem að efnahagslegu umsvifin sem að fyrir voru eiga sér ekki stað lengur. Besta dæmið þetta er náttúrulega töluvert drastískara, en það var þessi ofurskattur sem var settur á ríkt fólk í Svíþjóð. Og þetta var, eins og ég var að nefna áðan, eitthvað sem að hvatti Astrid Lindgren, hinn ástsæla barnabókarrithöfund, til þess að skrifa ritgerðina Pomperipossa í Monismaníu, já, sem að var ákveðin svona satíra sem að Lindgren fjallaði og já, þetta er svona dystopía, þar sem að velferðarkakan er orðin að einhverjum öfugmælum og skattlagning á velunnara landsins eru orðnir 102%. Og í Monismaníu verða ómögulegar tölur mögulegar þar sem að bæði er hægt að skattleggja hagnað en ekki nóg með það, þá er þetta skattleggjan yfir 100%. Og þetta rit náði náttúrulega gríðarlega athygli á sínum tíma og það sem að meira er að raunveruleikinn á þeim tíma sem að Astrid Lindgren skrifar þessa satíru er að skattar voru hækkaðir alveg gríðarlega. En þetta voru svona jaðarskattar á hátekjur á 9. og 10. áratug síðustu aldar og átti að sjálfsögðu að ná svona í einhverja svona svakalegar tekjur fyrir ríkissjóð, eins og ég var að tala um áðan, þeir sá einhvern hagnað hana, sögðu, heyrðu, ef við skattleggjum þetta einhver ákveðin prósent, þá fer það allt til okkar. En að endingu tók náttúrulega fólk þá ákvörðun að annarkvort vinna minna, koma fé úr landi eða ráðstafið í þannig að þessi skattar yrðu ekki teknir. Þeir eru svo lækkaðir þannig í kjölfarið
Stuttu seinna, það líður einhver smá tími en eftir að þeir voru einmitt lækkaðir aftur þá rísa þessi tekjustofnar aftur og komu eins og segi aftur upp þar sem að ég held þetta samt hafi alveg verið 50 eða 60% þessi jaðarskattar og það sem að mér langar náttúrulega að gera ég er ekkert endilega að færa rök fyrir því að þessi ríkisstjórn sé eitthvað að tala fyrir því eða fara nákvæmlega þá leið þó svo að það hafi náttúrulega sérstaklega allavega hjá Samfylkingunni en ég held líka hjá Flokki fólksins að þá hafa alveg verið slíkar hugleiðingar á borðinu og það sem að á aðstæðan fyrir líka ég segi þetta er að þetta er ríkisstjórn sem að þegar hún er mynduð sögðust ætla ekki að hækka neina skatta. Þannig að hún fer úr því að segjast, eins og segja, hafandi sagst ekki ætla að hækka skatta og fer svo í það að hækka skatta alveg gríðarlega á mörgum stöðum, veiðigjöld, kornungsgjöld, vörugjöld á ökutæki, kílómetragjald og það hefur verið einhvern veginn svona bara alls konar, samsköttun hjóna, skattar á leigutekjur, erfðafjárskattur, aukinn, söluhagnaðar og íbúðir hef ég að muna þetta rétt og svo náttúrulega núna síðast skattar á ferðaþjónustuna með baðlónunum og við færumst alltaf nær og nær þessari ósjálfbærni sem að rætt í Pomperipossa í Monismaníu og fólki kann að finnast það einhvern veginn ósanngjarnt að setja þetta í samhengi við skattahækkanir sem eru náttúrulega sjálfsögðu ekki 100% en þetta er bara svo stórt stökk frá því að lofa því að hækka ekki skatta á fólk og fyrirtæki og við færum okkur eins og segið, við erum alltaf að færast nær þessu og þá þurfum við náttúrulega að ræða hvaða hvata erum við að byggja inn í kerfið hvers konar ákvarðanir er fólk og það er alltaf að tala við erum í sumir kallar þetta gróða verðbólga er ekki það? Nei, græðgisverðbólga eitthvað hannig ég man ekki hvað þetta heitir en allavega, örugglega bæði hugtökin notað einhverju tímapunkti en ok, segjum sem svo að það sé rétt að fólk sé bara einhvern veginn rosalega ríkt og sé að taka einhver ákvarðanir með peningi sinn ef að það er einhver skattur fenginn af þessum fjármunum þá líklegt að ef við förum í að hækka skatta í sífellu að meira skili sinni í ríkiskassan því að það er eina talan sem að við þurfum að velta fyrir okkur þegar við erum að tala tekjustofna ríkisins hversu há upphæð skila sinni á reikningin prósentur skipta í sjálfu sér ekki máli ef að það er ekki það sem að maður er að einblína á. Og eins og segi, nú er fólk að fara að bregðast við þessum skattahækkunum með ýmsu móti, líklega uppsögnum á einhverju tagi, líklega einhvers konar óhentugar aðgerðir sem að til langs tíma eru álitnar óskynsamlegar en skynsamlegar bara út af því að skatturinn er að leggja viðbótar skatta með oft mjög skömmum fyrirvara. En eitt má þó ljóst þykja sem er það að þetta mun koma til með að hafa áhrif á fjármögnun og tekjustofna ríkisins sem að mér, eins og segi, og þá einhvern veginn erum við komin inn á þessa Laffer-kúrfu sem að ég var í grunninn að lýsa en hún er kannski aðeins dýpri en hún sem sagt byggist að því að tekjustofnar ríkisins og skattlagning er einhvers konar jafnvægislist en ekki bara einhvern veginn leikur fastra stærða. Og kenningin er sem sagt svo að ef þú hækkar skatta of þá lækkarðu tekjustofnin. En ef þú finnur einhverja skynsamlega leið til þess að skattleggja fólk þá mun lægri prósenta skila sér inn, þá mun lægri prósenta skila í rauninni meiri peningum inn í ríkiskassan til lengri tíma litið. Og það sem er áhugavert að hugsa í þessu samhengi er það sem við ræddum í upphafi, bæði áhrif þess að gera það óskynsamlegra að vera skynsamur og gera það skynsamlegt að vera óskynsamur. En í smærra samhengi að þá er líka hægt að ræða þetta sem hvernig gerur skynsamlegt að greiða sína skatta. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum.
Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Pylsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pylsum. Það vita það allir sem hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pylsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annaðhvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða sú vonsvikni sem fylgir því að vera að borða pylsu sem ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Þá er ég ekki að tala það einhvern veginn að svíkjast undan því að greiða skatta, heldur hvernig sköpum við hvata þar sem tekjustofnar ríkisins hafa sem mest upp úr krafsinu og það skynsamlegt að láta þá fara inn í tilteknar, í ákveðin farveg þar sem að peningurinn skilar sér inn á þessa tekjustofna. Það að segja að fólk sé ekki bara í sífellu að skila tapi til þess að rekna á sig eitthvað bladi bla. Þú veist að sé skynsamlegt að skila af sér hagnaði þannig að þegar þú leysir nú þá borgar vissulega þína skatta og þá hefur það áhrif á þína tekjustofna. Og það mitt, þá dettur mér reyndar eitt annað í hug varðar þessa ríkisstjórn og þá Samfylkinguna sérstaklega því að nú hefur verið tekið upp nýtt slagorð sem að ég held að sé fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar en það slagorð sem sagt tökum ábyrgð hvert á öðru og á löngum lista vondra slagorða þá þetta líklega eitt það versta og það stendur ég fann þetta á Vísi, ég var nú ekki búin að taka þetta til BNS. Ég finn þetta ekki en þetta sem sagt á Facebook síðu Kristrúnar þá tökum ábyrgð hvert á öðru, lækkum kostnað barnafólks, hlúum á fólkinu sem byggði landið, öldum reksturinn sem með einfaldara regluverki og gaman að kynna nýtt útspil sem Samfylkingarnir við Smáratorgi, Kópavogi eftir viðamikið málefnastarf og samtal við fólki í landinu á undanförnum misserum. Og þú veist, það líka tekið að taka ábyrgð hvert á öðru sé að byggja undir einhvers konar barnaskattstofn og eitthvað fleira og þú veist, þetta mun náttúrulega líka, ég veit ekki hvernig ég á að fara með þetta en sérstaklega með það að taka ábyrgð hvert á öðru. Það það sem að mér finnst vera mikilvægt eða sérkennilegast í þessu. Og ástæðan fyrir því að ég tel þetta að vera eitt bara versta slagorð seinni tíma að þetta rosaleg tímaskekkja ef við pælum bara í stjórnmálunum í dag. Í fyrsta lagi þetta náttúrulega agency problem eins og það heitir á ensku, þar sem að þú dreifir ábyrgðinni svo mikið að í rauninni enginn tekur ábyrgð á því vandamáli sem umræðir. En svo það líka bara, ef við pælum aðeins í því hvernig stjórnmálin hafa breyst á undanförnum mánuðum, stemming í samfélaginu í dag fyrir því að afnema ábyrgð einstaklingsins og færa hana yfir á einhverja draugkennda mynd samfélagsins í hinum hlýja faðm ríkisins. Eftirspurn eftir því í dag, þessi ævintýralega vittlausa hugmynd sem var hér uppi fyrir ekki svo löngu, sem byggði á því að hvítir, cis-heteronormatífir, ófatlaðir, dæmigerðir, ójaðarsettir, vestrænir, efri millistéttar karlmenn með hefðbundin BMI-stuðul væru náttúrulega eins og ég segi rót alls ills og að fólk á Íslandi ætti almennt séð að bera ábyrgð á einhverjum ódæðisverkum hvítra Bandaríkjamanna á 18. öld. En við áttum allir að bera ábyrgð á því en þegar það kæmi að okkar eigin vandamálum að þá getum við ekki borið ábyrgð á því. Þú ættir að bera ábyrgð á því sem gerðist fyrir einhverjum 100 árum en þú ættir ekki að bera ábyrgð á þér sem einstaklingur. Þetta rót sömu hugmyndar og var uppi fyrir ekki svo lengu. Og eins og segi, það þetta sem svolítið að gerast í þessu slagorði þar sem að þú getur borið ábyrgð og átt að bera ábyrgð á öllum þeim sem í kringu þig en þú getur ekki borið ábyrgð á eigin tilvist og eigin gjörðum. En samt, í sumum tilfellum þegar maður spáir í því
þá áttu að bera ábyrgð og þá aðalega svona það bundið við það að bera ábyrgð á þínum eigin orðum sem náttúrulega fólk í flestum tilfellum að heyja baráttu gegn tjáningarfrelsi og það einhvern veginn öllu sko snúið á hvolf þar sem þú þarft að passa upp á það og sért ekki að styggja fólk sem að vill helst fá greitt fyrir það að móðgast á internetinu og telur það að vera lífsviðurværi út af því að þau einhverju mikilvægri baráttu. En eins og segi, þegar það kemur það bara svona óskynsamlegum ákvörðunum sem að þú tekur í þínu eigin lífi að þá það ábyrgð samfélagsins og svona, bara svona til að gæta allra sanngirni gagnvart samfélkingunni og þessu útspili og náttúrulega myndu þau ekki skrifa upp á það að þetta sé það sem fyrir hendi þetta byggir á því að lækka kostnað barnafólks ef ég að skilja þetta rétt sem að mörguleyti frábært og ég tel að það sé mikilvægt að létta á byrðunum á barnafólki og gera það skynsamlegt að eignast börn þó svo að ég tel að reyndar margir sem eru á þessum barneigna aldri séu bölvaðir vælukjóar í mörgum tilvikum þar sem svona nýjasta nýtt að þú þurfir að einhvern veginn að vera búin að koma algjörlega undir þig fótunum áður en þú ferð að eignast börn og þú veist ég kannski hljóma eins og einhver hræsnari út af því að ég var búin að kaupa mér íbúð áður en að ég eignaðist börn en það aftur á móti eitthvað sem var fyrir hendi ekkert svakalega óeðlilegt að eignast börn þegar að fólk var til dæmis í námi og það var einfaldlega frábært. En ég ætla svo sem ekki að fara nákvæmlega yfir þessar barneignir nákvæmlega núna en það talað í þessu útspili að taka á leikskólamálunum. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og það endast, það slysast eitt hugtak hérna inn sem að ég tók eftir á vefsíðunni. Þar sem, og það stakk mér svolítið í augun, þar sem að þeir segja að baráttan sé helst bundin við það að gera náttúrulega alla að ríkisstarfsmönnum sem að vinna innan þessa geira. En þetta útspil samt líka eitthvað sem að mun koma til með að ýta einkarekstri út af borðinu. Og núna hefur náttúrulega verið ákveðin barátta það hvort að einkarekstur og jafnvel fyrirtæki eða aðrir eiga að hafa leyfi til þess að sinna þessari þjónustu innan kerfisins og hér stendur í úrræðinu þess vegna leggjum við nú til þak á leikskólagjöldum og 100% systkinaafslátt til að lækka kostnað barnafólks allt land með beinum hætti. Þetta skilar 450.000 krónum í vasa meðal fjölskyldu með 2 börn í þeim sveitarfélögum sem að hefur hækkað mikið undir stjórn sjálfstæðisflokksins og svo segja þeir að það munar minna og sko þetta kann að hljóma ágætlega þó svo að það sé náttúrulega verið að fara held ég frekar frjálslega með tölur þegar það kemur að ákvarðanatökum foreldra sem að geta náttúrulega breytt í hvernig þeir nýta tíman og geta náttúrulega í sumum tilvikum verið með gjaldfrjálsan leikskóla þar sem að eins og segi, þú ert ekki rukkaður fyrir það ef þú í rauninni hagræðir í þeim klukkustundum sem að bjóðast fríar en ert ekki að þiggja þjónustuna umfram þann tíma en þetta með þetta þak á leikskólagjöldum og nú ég ekki með þetta alveg 100% en þetta augljóslega skref í átt að því að minnka einkarekstur innan kerfisins þar sem að fjármál borgarinnar þurfa þá í auknum mæli að koma til móts við kostnað af öðrum úrræðum þar sem bannað að rukka og það veldur náttúrulega því að foreldrar sem eru þó tilbúnir að borga hafa kannski ekki þann kost út af því að það verður ekki úrræði fyrir hendi nema það sé af hálfu hins opinbera. Og svo annað, það á að vera frítt til dæmis í strætó fyrir ungmenni og börn. En ég meina,
væri ekki bara fyrsta skref kannski að hætta að hækka verðið í sífellu í strætó? Væri það ekki fyrsta skref áður en að það er boðið að, og tala náttúrulega sem ákveðið svona kosningaloforð að gera það allt ókeypis? Mér þykir það svona vera kannski hið fyrsta skref sem væri hægt að fara í. En já, mér fannst þetta bara svolítið áhugavert og ég held að sko Kristrún gerir sér, hvað að segja, þetta er komin í rosalega þrönga stöðu, skrýtna stöðu, og ég held að Kristrún gerir sér grein fyrir því líka að óbreytt ástand mun ekki virka og mörg af þeim útspilum sem að fyrir hendi eru og koma skulu munu ekki koma til með að bæta stöðuna. Og svo eins og ég segi, við erum líka á svona, já, við þurfum að fara að eiga samræður það hvað muni eiga sér stað þegar til dæmis kjarasamningar bresta. Persónulega gerir ég mér ekki alveg fyllilega grein fyrir því hvað það sko, og kannski það ástæðan fyrir því að við sleppum því að tala kjarasamninga sem eitthvað sem að fara að bresta. Það veit kannski enginn nákvæmlega hvernig á að tala það. En þetta verður mjög spennandi því að þegar kjarasamningar bresta þá mun það líka leiða til þess að allar ákvarðanatökur fara að taka mið af því. Þá erum við að tala ESB-umræðina sem að nota bene verður 2 dögum áður en að kjarasamningar bresta. En ég held samt að við munum búin að vera að gera okkur grein fyrir því að kjarasamningar verða þeir verða brostnir löngu áður en að við munum ganga til kjörklemas að kjósa ESB. Verður þá get ekki verkalýðsfélögin gert kröfu á það að við vitum allavega hvað í þessum pakka? Verður líka hægt einhvern veginn að halda pottlokinu ofan á því hvað það nákvæmlega þýðir? Það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með því. Borgarstjórnarkosningar og sveitarstjórnarkosningar eru náttúrulega svolítið eins, þrátt fyrir það að ég held að þetta algrími það að við ætlum að kíkja í pakkan og við sjáum hvað í boði og dót. Það verður hægt að segja það þangað til að borgarstjórnarkosningar eiga sér stað. Þetta náttúrulega, og það líka sko eina sem hægt að segja þessum Evrópu, ef þú ert hlynntur Evrópusambandinu, þá það í rauninni eina sem hægt að segja út af því að þetta náttúrulega svo ævintýralega vond hugmynd að þau gera sér grein fyrir því að þau geti ekki alveg verið að segja fólki nákvæmlega í hverju þetta felst, út af því að það væri mikill afleikur af þeirra hálfu ef þau vilja halda þessu svona lofti. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is. Hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En þetta verður spennandi, ég veit ekki alveg hvað meira skal segja, ég kannski bara segi þetta gott í dag. Partus.is gafst þér einn pæling að þú vilt fá hana þátt viku á undan öðrum og án auglýsinga. Og svo ætla ég reyndar líka á meðan ég ætla að endurvekja svo litið sem ég prófaði fyrir ekki svo löngu. En það að vera með svona live þátt og ég var með smá hugmyndur það, ég veit ekki nákvæmlega útfærsluna en ég ætla að prófa núna held ég að vera með þetta á YouTube og eða þá að hafa hann þá beint á einpæling.is. Ég komið með vefsíðu einpæling.is og virkja aðeins þá síðu. Ég mér langar að vera með svona símatíma og prófa það áfram. Ég búinn að sækja nýtt númer sem að ég get nýtt í það og ætla að í það minnsta að prófa það. Og ég stefna á að gera þetta núna á föstudaginn. Þetta mun örugglega eitthvað klúðrast eða eitthvað þannig, en ég ætla bara að sjá til. Ég ætla þá að vera með þetta ready, sjá hvort ég get ekki gert það. Ég ger þetta náttúrulega mestmegnis einn, þannig að þið bara fyrirgefið það. En eins og segi, ég alltaf með hlustendur í svolítið samfloti við það að fylgjast með því þegar ég klúðra tækninni og annað. Mér finnst það bara,
ákveðin rómantík í því. En hérna, ég ætla að leggjast aðeins yfir þetta og svo hérna keyrum við þetta bara á einhverju hundavaði og sjáum hvað gerist. En þið munið allavega að fylgjast með því hvernig pylsan er búin til. En fleira er það ekki í dag. Pardus.is/einpæling ef þið viljið fá hana þátt viðkomandi öðrum án auglýsinga og styðja við það að þetta hlaðvarp verði á annað borð til. Takk æðislega fyrir að hlusta, verið mjög góð við hvort annað. Rökræðið, en gerið það með ákveðinni hófstilli. Já, á hófstilltan máta held ég rétt orðið. En ég vona bara að þið hafa það gott. Takk æðislega fyrir að hlusta.